Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans, hefur skrifað fréttaskýringu það sem að gerast í stjórnmálunum. Hann segir meðal annars að komandi kosningar séu það þýðingamestu sem hér hafa verið. Þórður, þú þeirra skoðunar? Ég algjörlega þeirra skoðunar. Ég held að það sé mikill vaxandi meðbyr með því sem má kannski segja vilja til umbóta í íslensku samfélagi, breyta kerfunum sem samfélagsgerðin hvílir á og þessi hópur og þau stjórnmálaöfl sem eru svona lúta vilja þessa hóps, þau séu orðin töluvert stærri en það sem má kannski segja og kalla varðstöðuvænginn, það að segja þau stjórnmálaöfl og sá hópur sem vill halda þjóðfélags- og samfélagsgerðinni óbreyttri og þeim kerfum sem hér eru óbreyttum. Þannig að núna verði kannski meiri átök hagsmuni, skýra hagsmuni heldur en áður hefur verið. Já, ég held að þetta bara kristallist í því að fólk finnst skipting þess auðs sem verður til í þeirri hagsveiflu sem hefur orðið til á Íslandi vera mjög ójöfn. Það sér velferðarþjónustuna vera grotna niður á mörgu leyti fyrir framan augun á sér og það er kostnaðarþátttaka í velferðarþjónustu alltaf að vera meiri og meiri. Fólk að borga meira fyrir aðgang að velferðarþjónustunni sem það búið að borga skattana sinni í. Það vill lýðræðislegri ferla, það vill meiri ábyrgð í stjórnsýslunni og svo framvegis. Þetta finnst mér vera mjög skýr krafa, mjög víða og mér finnst hún endurspeglast í því að þau stjórnmálaöfl sem standa fyrir að hluta til eða í einhverju tilvikum að öllu leyti fyrir hugmyndafræði sem felur í svona umbætur. Þau eru núna að mælast með 65% í skoðanakönnunum á meðan sitjandi stjórnarflokkar sem hafa verið svona, þessir valdstöðuflokkar fyrir óbreytt kerfi eru að mælast með 30 til kannski 35% að mestalagi í skoðanakönnunum. Og ég held að þarna liggi þessi skýra víglína íslenskra stjórnmála í dag. Já, en sko, hverjar eru ástæðurnar? Þú nefnir meðal annars að interneti, samfélagsmiðlarnir og annað gerir þarna fólk á auðveldara með að móta skoðanir sínar eða velja úr. Þegar flokksblöðin voru til dæmis og hver matreiti sína köku? Ég held að upplýsinga- og tæknibyltingin sem hefur orðið á undanförnum árum sé lykileikandi í breyttri samfélagsmynd. Það er ekki lengur hliðverðir á umræðuna eins og þetta var. Stjórnmálamenn og hliðverðir þeim hliðhollir gátu stýrt í hvernig umræðan var, stýrt í hvað upplýsingar fóru út og hvað upplýsingar ekki. Núna með tæknibyltingu sem gerir það verkum að 9 af hverjum 10 Íslendingum eru með snjallsíma og allir með aðgang að interneti og samfélagsmiðla og allt þetta gerir það verkum að þessi hliðverðir skipta engu máli fyrir umræðan lengur. Umræðan er allstaðar og það er allir þátttakendur í henni og það hefur gjörbreytt samfélagsgerðinni. Já, þú nefnir í þessari grein þinni sem ég vitna til hérna, þá byrjar á að tala forsetakosningarnar nýafstöðnu og úrslitið þar og þar segirðu sko, þú náttúrulega Davíð Oddsson er svona kannski örlega valdur í þessari kosningabaráttu og þú segir ástæða þess að hinu horninu var holdgerfingur samfélagsátak undanfarna áratuga, Davíð Oddsson. Að þessi tími fólk í nútímanum vill þetta ekki lengur, þessi hörðu átök. Nei, ég meina, og líka kannski þessi svona topp niður stjórnlindu fregu kalla, sko, sem Davíð dálítið holdgerfingu fyrir, máli segja þetta, Ólafur Ragnar undir sama hatt, fleiri stjórnmálamenn, þetta eru kannski þeir sem hafa verið svona haft mest áhrif á undanförnum áratugum. En það sást alveg bersýnilega að Davíð Oddsson sem hefur aldrei tapað kosningabaráttu á ævi sinni fyrir þessa, hann fór og ætlaði að beita sínu gömlu taktík á þessa kosningabaráttu. Við náði dálítið að stela henni til sín með því að hún fór að snúast að mörgu leyti hann og hvaða árásir hans á aðra frambjóðendur og svona hans tilraunir til þess að rétta sinn hlut í umræðu undanfarna ára. Hann telur mjög á sig hallað. En þetta var einhvern veginn því meira sem Davíð réðst og aðra, því meira sem við sáum glitta í gamla stjórnmálumann Davíð og því meira sem hann einhvern veginn bar fram af söguskýringum, því minna varð fylgið við hann. Og þetta bara staðreynd, þannig var það. Þegar Davíð talaði um það að hann ætlaði að bæta við sig prósenti á dag og þá væri þetta nú bara nokkuð hugulegt. Það var nánast eins og þau öfugu hafi gerst, sko, hann misti nánast prósent á dag. Þessi aðferð hans gekk ekki upp og hann var hafnað. Já, og hann var hafnað algjörlega og það var svona
þetta svona tilfinning sem maður fekk alveg strax þegar hann tilkynnti og þegar maður heyrði að hann væri að íhuga forsetaframboð að þetta yrði svona dálítið dauðadæmt fyrirfram. Margir voru skeptískir á það, töldu að Davíð myndi ná að hylla þjóðin upp á skónum en þetta reyndist fara heldur betur á annan hátt og niðurstaðan var algjör niðurlæging fyrir hann. Sama hvernig menn láta með það núna, ég menn það þannig að hann fekk lenti í 4. sæti og fekk bara 13,1% atkvæða. En það sko umbætur eða varstaða. Það sem núna framöndan, það eru 3-4 mánuðir til kosninga, ef að lofa standa. Sko það má málega, ef að fólki finnst umbætur of gildislega orð, skilur vegna þess að það þarf, það fullt af fólki í Íslandi sem ánægt með kerfinu sem við í dag. Og vill bara hafa Ísland svona eins og það og eins og það var. En mín tilfinning svo að hópurinn sem vill breyta ansi mörgu hann sé að verða miklu stærri. Og þannig við getum alveg sett bara orðið breytingar í staðinn fyrir umbætur. Og þannig að það bara, þetta dálítið snýst það, hvort þetta sé óbreytt kerfi eins og þau eru, eða grundvallarbreytingar á kerfunum. Og þá erum við að tala um grundvallarbreytingar til dæmis á landbúnaðarkerfi, á sjávarútvegsstefnunni, við erum að tala um grundvallarbreytingu á því hvernig við ráðstöfum fjármagni sem fer inn í ríkiskassan, jafnvel grundvallarbreytingar á skattastefnu til þess að styrkja velferðarkerfin, lýðræðisvæðing, alls konar ferla innan stjórnsýslunar, skýrari ábyrgðarferla fyrir fólk sem vinnur í stjórnsýslu og stjórnmálum og svo framvegis. Þannig að ég held að þetta séu hinn stóru átök, þess vegna það mín skoðun að þetta verði einar mikilvægustu kosningar sem hafa farið fram bara frá upphafi hér á Íslandi. Í ljósi þess að segja, getur þá líka sagt að bara á allra síðustu árum þá höfum við verið að horfa á breytinguna, mikla þróun sem hefur orðið. Frá því að Sjálfstæðisflokkurinn var kannski 35-40% flokkur og Framsókn svona 10-25, eitthvað í þá veru, en að einhvers staðar gerist það að fólk vill þetta ekki lengur, það heldur ekki lengur tryggð við flokkana og það var mikið að gerast. Já, það þannig að við rekum svona atvinnuvegs samfélag. Það að segja að það er dálítið miðað að þörfum atvinnuvegana. Sjávarútvegs, orkusölu og núna eitthvað liti túrismans. En ef við horfum til dæmis á hvernig íslenska þjóðin að mennta sig, þá hún ekki að mennta sig fyrir þessi störf. Og þá stöndum við kannski frammi fyrir því, á samfélagið sem hefur þessar sterku túrbínur, efnahagslegu túrbínur undir sér, að reyna að aðlaga sig að því sem þjóðin vill verða. Svona gefa fólkinu sem hér býr þau tækifæri til þess að spreyta sig á þeim verkefnum sem það kýs að reyna að spreyta sig á og reyna að auka framleiðni með þeim hætti eða á fólkið að aðlaga sig að þessum frumatvinnugreininum. Og þetta eru líka átakalínur sem eru mjög skýrar. Við sáum þetta til dæmis daginn, ég sá á stöðuuppfærslu á Facebook sem Hannes Þorsteinn Gissurarson setti. Hann sagði að það væri hans skoðun að Íslendingar ættu frekar að fara í smiðsnám eða gerast bakarar eða eitthvað svona til þess að finna sér störf sem væru þjónustu þessa frumatvinnuvegi. Í staðinn fyrir það að við varum að framleiða skrifstofufólk sem sæti bara á daginn og hanga á Facebook og væri að láta sig dreyma ferðir til Brussel. Og í þessu, mér finnst þetta dálítið sterkt framsett hjá honum vegna þess að í þessari framsetningu hjá honum, þar felst þessi rosalegi munur. Ungt fólk á Íslandi, það hefur öðruvísi áhuga, það vill eyða lífi sínu á annan hátt en þessi sín boðar. Og það einhvern veginn alltaf að fara að neyða það til þess að aðlaga sig að frumatvinnu við honum aftur, það held ég að verið algjörlega fatalt. Ég fæ alltaf bágt fyrir þegar ég rifjaði upp að ég talaði við íslenska félagsfræðing sem starfar í Svíþjóð út af félagsfræði rannsókn sem var gerð varðandi iðjuverið á Bakka og í Norður-Þingeyjarsýslu að unga fólki þar, það kæris ekkert þennan atvinnuveg, þess atvinnu að fara að vinna í iðjuverinu sem er verið að reisa þar og niðurstaðan annars stað frá úr heiminum, sérstaklega Norðurlöndum eins og að það fólk þá fer í burtu og þá koma aðrir inn, þannig að samfélagi fer í mikla breytingar. En það er eiginlega það sem, þó við byggjum stórt iðjuver eitthvað þar, eins og núna erum við að gera í Helguvík og upp á Grundartanga, norður á Bakka og hvað reyna, að það er ekkert víst að fólki sé að kalla eftir þessu, þú ert að segja það? Já, ég menn það sýndu það ASÍ framkvæmdi rannsókn, það var mikið debatt í lok síðasta árs og þá þetta forsætisráðherra að gera það meðal annars umtalsefni í áramótapistli sínum í Morgunblaðinu, hvort að það væri raunverulega þannig að ungt fólk væri að flytja í umvörpum frá Íslandi.
og vegna þess að hagtölur Hagstofunnar hafi bent til þess og hann sagði að þetta væri svona fólk sem gæti einhvern veginn aldrei séð í jákvæði í hinu góða sem væri bara einhvern veginn með allt á hornum sér sem var að halda þessu fram en síðar hefur verið sýnt fram á þetta alveg svart og hvítu að ASÍ gerir það með mjög skýrum hætti í byrjun þess árs með rannsókn sem þau gerðu og það þannig í fyrsta sinn á árunum 2014-2015 ungt fólk að flýja góðæri. Það hefur oft verið þannig að fólksflutningar hefur verið þannig að ungt fólk hefur farið, að fleira ungt fólk hefur farið en hefur verið að koma. En þetta í fyrsta sinn sem það gerist í efnahagsuppsveiflu. Og í staðinn, náttúrulega vegna þess að við erum að byggja alveg gríðarlegt magn af til dæmis hótelum og nýbyggingum til þess að ferðaþjónustuiðnaðinn óbúslega mikið af erlendu vinnuafli að koma inn. Þannig að við erum dálítið að skipta út svona, hvað maður segja, high-end menntunarfólkinu og við erum að fá innflutt vinnuafl til þess að vinna gröntvinnuna í staðinn. Og þú veist, ég meina þetta, ef að menn vilja svona, þú veist, þá það bara alveg valið sjónarmið. En við erum svona dálítið að senda kannski þessum hópi sem ekki að finna sér neina stöðu í íslensku samfélagi, dálítið fingurinn ef við ætlum að reka svona samfélagsgerð. Ég var að tala við íslenska fjölskyldu sem býr í Stokkhólmi sem borgar 0,89% vexti af húsnæðisláninu sínu. Og að bjóða því fólki að koma svo aftur heim í það vexti sem ég tómsmál að tala um. Ég meina, ég veit það bara vegna þess að ég 35 ára og að reka fjölskyldu með húsnæðislán og allt þetta og þú verður bara að reka fjölskylduna sem dálítið svo að reka vogunarsjóð. Þú verður að vera algjörlega á tánum gagnvart öllum vaxtabreytingum, þú verður að fylgjast með verðbólguþróun, verðbólguspám og öllu slíku þegar þú ert að binda þig í fjármögnun. Og þetta algjört lotterí, þú getur orðið mjög heppinn og búið til töluverða eign á skömmum tíma í húsnæði. Þú getur líka verið fáránlega óheppinn og farið inn á vitlausa tíma og fengið verðbólguskot beint í andlitið. Þannig að þú veist, þetta ekki boðlegt. Það ekki boðlegt og hefur aldrei verið boðlegt og á einhverjum tímapunkti verðum við að hætta að láta selja okkur einhverja heildarhagsmuni sem eru oftast nær heildarhagsmuni þeirra sem eiga þessa frumatvinnuvegi, nánast með húð og hári og fara að horfa frekar á hvað okkur fyrir bestu. Hvar finnum við eitthvað stöðuleika, hvar finnum við betri vaxtakjör, hvar finnum við kannski betri tækifæri fyrir okkur. En Þórður, að þessar breytingar sem þú að tala og hvernig þetta orðið að hinnir gömlu valdaflokkar, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur með 35% fylgi, aðrir með 65%, þetta stjórnarflokkarnir með 35% fylgi, þú sagðir áðan, flýja góðæri. Hér búið að vera stöðuleiki lengri tíma með áður þekkt og það atvinnuleysi ekkert og hagvöxtur góður, en þeir virðast ekki njóta þess eða þeir myndu sér ekki skilnings. Nei, ég meina og það svona, línan hefur verið svo hjá stjórnarflokkunum að leggja áherslu á góðu hagtölurnar sem eru. Við skulum hafa eitt á hreinu, við erum pingu lítið samfélag og þjóðfélag og pingu lítið efnahagskerfi. Það eru til húsfélög á Manhattan eða í Þýskalandi sem eru með fleiri íbúa innan sinna banda en búa á Íslandi. Og það að við séum að bera stundum hagvöxt og Íslandi saman við Bandaríkin eða Evrópusambandið í besta falli hjákallegt. Það eðlilegt að það séu mikla sveiflur í svona litlu efnahagskerfi, jafn drastískar upp og jafn drastískar niður eins og það hafi verið. Hagvöxturinn á Íslandi, hann drifinn áfram af ferðaþjónustu og makrílveiðum. Þetta liggur alveg fyrir og það erfitt að festa fingur á það hvað stjórnvöld hafa gert til þess að ýta undir annarkvort þessa. Það má nú frekar kannski segja að svona skortur og innviðauppbyggingu sé núna einhvern veginn að bíta okkur í rassinn í ferðaþjónustunni. Verðbólgan búin að vera mjög við erum í höftum. Það þannig að Seðlabankinn getur stýrt gengi krónunnar með gjaldeyriskaupum eins og hann vill, hefur getað gert það mörg ár og gerir það með inngripum þegar þannig árar. En ástæðan fyrir að lág verðbólga í Íslandi bara vegna þess að heimsmarkaðsverð og olíu fallið svo dýrt. Innlend verðbólga að jafnaði búin að vera 4-5%. Hún búin að vera miklu hærri en verðbólgan sem við erum að sjá. Það sem togar á móti þetta lága olíuverð. Og olía bara eins og við vitum náttúrulega algjört grundvallarefni sem við notum til þess að smyrja hjól efnahagskerfisins okkar. Þannig að þetta svona, það dálítið erfitt að, þegar þú rýnir í þetta, þá tiltölulega auðvelt að segja bara já, en þetta svona þróun sem búin að eiga sér stað þrátt fyrir stjórnvöld, ekki vegna þeirra. Það sem kannski stjórnvöld á Íslandi með eiga, og nú þetta stjórnvöld, það það að þeir náðu að sigla þessu slitabúamáli í höfn.
Það gerðu það með þeim hætti að það var lagt fram bara raunverulega krafa á kröfuhafa föllnu bankana sem þeir þurftu að mæta sem ógnaði ekki greiðslujöfnuð íslenska ríkisins og íslenska efnahagskerfisins og þeirri kröfu mætt og þannig er málið að mestu frá. Þannig að og það er búið að taka mjög langa tíma að klára þetta mál, eiginlega allt of langa tíma og verður nær ómögulegt að rétta út hver kostnaðurinn var að því að bíða svona lengi. En það mega þeir eiga, þessir núverandi stjórnarherrar, þeir sigldu þessu mál í höfn og það var eitthvað sem fyrri ríkisstjórn tókst ekki að gera. Kosningabaráttan er hafin, allan yfir Sjálfstæðisflokknum. Bjarni Benediktsson fer víða og hann virðist vera einn byrjaður. Já, manni finnst svona vera aðeins að skerpa línur, finnst manni víða, náttúrulega vera að manna listana. Þetta verður stutt aðhlup hjá stjórnmálaflokkunum. Núna, þetta eru bara 3-4 mánuðir sem verða líklega í kosningar og Bjarni setti upp jafnaðarmannahattinn í drottningaviðtali í Morgunblaðinu um helgina, þar sem hann talaði að nú verði heilbrigðis- og velferðarmál í forgrunni og hann var mjög alþýðlegur í flanellskyrtu út í garði að dytta að hlutum og svona. Það var búið að leggja power jakkafötunum og svona, en þú veist, svona er bara kosningabarátta. Og þetta verður bara mjög athyglisvert að sjá hvernig þetta verður vegna þess að svona er staðan núna. Hún hefur verið nánast allt kjörtímabilið þannig að stjórnarflokkarnir hafa verið að mælast frekar dapurlega og manni virðist eins og það þurfi einhvers konar kraftaverk fyrir Framsóknarflokkinn að hífa sig upp ef þetta fer eins og á horfir að Sigmundur Davíð á að leiða og inn í þessa kosningabaráttu. Maður sér einhvern veginn það er ekki á mörgum stöðum í samfélaginu þar sem maður finnur mikla samúð með honum eftir það sem ágekk í apríl með þetta vindrismál og hann þarf ég myndi taka hatt minn ofan fyrir honum sem einhvers konar stjórnmálafræðilegum snillingi ef að honum tækist að hífa fylgið upp í það sem þætti skaplegt hjá þeim. En þetta verður hörð kosningabarátta að vera að takast á mikla hagsmuni og breyting á samfélagi sem næri því sem skiptist mjög í 2 hópa, ætla ég að segja. Já, það er þessi völdi sem hafa verið og óbreytt Ísland og svo aftur umbæturnar. Já, og ég held að fólk vilji líka fara að finna, ég held að flest venjulegt bara fólk, bara svona, þú veist, lág millitekju og kannski efri millitekju fólk, það finnur mestu lífsgæðin í samfélagsþjónustunni. Það er að segja þjónustan sem við fáum úr samneyslunni, hvort sem sé heilbrigðiskerfið eða menntakerfið eða önnur þjónusta sem við erum að sækja sem við borgum saman í, vegakerfið og svo framvegis. Ég held að sé ágætt að, ég held að þú ert að fara til læknis núna daginn, ég þurfti að fara á læknavaktin í Kópavogi og ég kom þá kl. 5, þetta var eina svona walk-in læknavaktin sem er opin á höfuðborgarsvæðinu í júlí. Það voru 35 manns í röð fyrir utan. Ég átti að borga 3.100 kall fyrir að fá að hitta lækni. Ég átti að borga 1.000 kall fyrir að hann tók stroku úr mér í 2 mínútna heimsókn og svo átti ég að borga 1700-1800 kall fyrir lyf. Þannig að ég átti að borga 6.000 kall og þetta tók mig 2 tíma að raunverulega fá lyf við sýkingu í hálsi. Það er þetta sem fólk er komið upp í kokaf. Það að við erum að greiða allt og stóran hlut fyrir þjónustu sem við teljum okkur vera þegar búin að greiða og að þjónustan er ekki á þeim stað sem hún á að vera með að við hvað við erum búin að leggja í hann. Við erum að láta þetta duga núna en kosningabaráttan var rétt að hefjast. Við erum kannski eftir að hittast aftur.